Ég heiti Hanna Lilja Oddgeirsdóttir og ég er læknir hjá Gina Medica sem er heilsumiðstöð fyrir konur. Kannast þú við það að vera misvel upplögð fyrir hreyfingu dagsins eftir því hvar þú ert í tíðarhingnum? Tíðarhingnum má skipta í 4 fasa og hann hefst á fyrsta degi blæðinga. Í blæðingafasanum eru hormónin estrogen og prógesterón í lágmarki. Orku og svefnþörf eykst en einnig skerpa og vitran farni. Og í þeim fasa er gott að leggja áherslu á styrktarþjálfun, en ef þú finnur fyrir minni þörf á þessum tíma, þá getur verið gott að minnka ákefð og fara frekar í jóga eða léttan göngutúr. Í eggbúsfasanum þá fer estrogen hækkandi og nær hámarki í kringum egglos. Og rétt fyrir egglos þá er testosterón líka í hámarki. Á þessum tíma þá er orkuþörfin minni og svefngæði aukast. Þetta er gott að leggja áherslu á styrktarþjálfun í að uppbygging vöðvafrumna er hvað mest og endurheimtin er góð. Eftir egglos tekur við gulbúsfasi, gildi estrógens fara lækkandi og prógesterón hækkar. Hér er gott að hægja aðeins á, huga að góðum svefni og nærast vel. Endurheimt er hvað hægust í gulbúsfasanum. Því er gott að minnka ákefð á þessum tíma og vinna frekar í því að bæta tækni heldur en að vera auka álagið. Það er mjög einstaklingsbundið hvernig konur upplifa þessar sveiflur sem það gangi í gegnum í hverjum tíðarhring, en með því að þekkja þinn tíðarhring og átta á því hvernig þér líður, þá geturðu nýtt það þér í hag, aðlaga þjálfun og hámarka þannig árangur.